Velkomin í handboltakvöld, þar sem við ætlum að fara yfir loka umferð Ólistdeildar karla og kryddana með liði vetrarins. Og einnig munum við fjalla lykilmenn hvers liðs fyrir sig. Hingað í sett, Kristinn Björgvinsson kominn, Arnar Gunnarsson, velkominir. Já, þið ætlið reynilega að fara yfir þessa lykilmenn hvers liðs og velja lið vetrarins. Eitthvað mati. Það er ekki betra að við gera það en þú. Pokkið. Herðu, byrjum við þetta. Það er miklu að fara. Lokaumferðin hófst á frábæri leik. Bara toppslagur, Haukar Valur. Það sem að Haukar höfðu sigur, einsvars sigur. Eitthvað óvænt við það? Áttu? Nei, ég myndi ekki segja það. Nei, ég held að sé bara fair and square. Sigur Hauka og hann hafi verið eitthvað. Leikur var vissulega jafn í hérna allan tíman. En ég held að það hafi verið fair að Haukarnir hafi unnið. Einsvars sigur, Valsmenn einu marki yfir í hálfleik. Á hverju áttu maður von? Svona fyrirfram. Þetta er náttúrulega búin að vera 2 F-sigur í alla vitur. Sigur Hauka bara. Eru Valsmenn? Ég held að líka það er kannski rekja Haukarna svolítið áfram að töpuðu bikarna fyrir Val. Ég held að það örugglega vilja vinna leik bara eins svona fyrir sjálfa sig. Valsmenn, eru þeir bara einhverjum skrefum eftir Haukum? Já. Já. Haukar eru bara besta lið. Já, þeir eru heilsteyptastir. Og Valur er næst besta lið. Markaskorararnir, Janus 11, Elías Már 5, ekki svo sem kemur á eitthvað endilega óvart þar. Geiri Guðmunds með 7 mörk fyrir Val, Vigni Stefánsson 5. Já, Valur hafa lært að spila boltanir í horn, nema hann hafi skorað mörkin ræðlufi. Það er mjög jákvæmt ef Valur er farin að nýta sér breytina og gefa boltanir í horn, þeir eru með fína hornamenn. Einhvern veginn samt svona enn á ný loka leikur umferðarinnar og Valsmenn ná ekki samt að trilla upp sínu sterkasta lið. Ómar Ingi ekki með. Svona menn meitir, menn tæpir ennþá. Já. Það vantar nú oft menn í liðin. Það var ekki Adam ekki með Haukum, Mattías var ekki. Brautumeðferð. Já, ég held að það bara það er ekkert ósjaldan sem liðin vanta einhvern sko. Ég held að Valsmenn hafi náð að stilla upp sinni sterkasta í 2 til 3 leikjum eða eitthvað í vetur. Já, þeir hafa unnið vel úr sínum. Þetta er ekkert eitthvað vesen að það vantar hérna og vantar þennan. Við tala um leik, Tjörfi. Til hamingju með verðlaunapenninginn utan hálsinn og til hamingju með sigurinn. Hvernig er tilfinningin? Bara flott maður. Við vinnaði sig allan vetur og þetta tókst og við ætlum líka að vinna síðustu leikinn. Kláraðum með sterkt og rönni inn í úrslitinu og það bara gekk eftir. Ekki mikið varnarleik hérna í það. Hvernig horfist leikurinn á fyrir þig? Já, það voru vantaði svolítið í varnirna kannski. Kom aðeins upp í seinni vörðin. Í fyrir hálfleik vantaði alveg vörðin. Og það sást líka að þeir skoruðu öll í 80 mörk. Þannig að við bara fórum aðeins að berja frá okkur í seinni og þá komum við aðeins. Það var bara nýja leikur. Svolítið kaflaskipt, þau voru eitthvað 5 mörkum yfir í seinni hálfleik og allt virtist ganga upp og þeir náðu að jafna. Hvað var eiginlega í gangi það? Já, þeir skiptu vörð, voru framarlega og voru kannski of lengi að breyta til og voru bara staðið. Leið og byrjum að sækja á og Janus var duglegur að koma fyrir henni og þá gekk þetta og hann var klárað til lög. Þú myndi lýsa fyrir mér svona síðustu hálfleik mínútunum, 40 sekúndunum í þessu leik fyrir þér. Hvernig var það? Það var bara að reyna að vera eins lengi í sóknum og gátum og það endaði með að ég fekk færi og ég bara skaut og það endaði bara í markinu. Hvað var að slá inn stöngin, rúla á línunni eitthvað svolítið? Það vantaði ekki dramatíkina? Nei, það var gott að hann þetta inni. Tók eitt svona eftir móti afturhöldingu á síðustu sekundu og það var sláinn út og það fyrst að var sláinn inn. Tjörfi, mikið truflaður í viðtalinu, verið að hella yfir hann og menn höfðu gaman. Litla varnir, maður sér það kannski líka
á markaskorunu? Kannski svolítið óvænt í akkurat í þessum leik, það er 17-18 í hálfleik, en þeir eru komin hérna 5 yfir setni hálfleik og 5 mörk í dag eru bara eiginlega ekki neitt. Nei, þetta er flott að vera þess. Þurfum svo sem ég geta staldrað mikið við þennan lið. Við tökum Haukalið. Hver er búinn að vera lykilmaður Hauka í annar vetur? Elías Már, mikilvægast leikmaður liðsins. Annars, sammála því? Já, Elli gerir tilkall til þess, Janus og Goggi markmaður. Tjörfi held ég líka mjög mikilvægur þarna. Það voru erfitt kannski að pikka einn út. Þetta er svolítið vél sem bara... Mörg stór nöfn á það. Já. Og það er alltaf, við höfum ekki glemma Jón Þórbjörn heldur, Já. en ég vil meina að Elli sé prímarkókurinn. Já, og hann getur verið svona X-faktor líka. Þetta er kannski það lið sem er kannski erfiðast að taka einn úr og segja þetta er sá sem er búinn að skapa allt. Eða svona sem lykilmaður. Kannski ekki léttara í Val. Nei, kannski ekki. Hverju tökum við í Val? Nei, jú, það er kannski auðvitað. Guðmundur Hólmar kemur fyrst í bíó hans. Ég vil taka hann út. Vörn og svo. Það var spilað annar leikur í Hafnarfirði, Kaplakrika. Þar sem að FH-ingar tókum út í IR. Og svona menn voru ekkert sáttir við leik FH, þó þeir hafi nú unnið þennan leik og annað. Það var svona kannski ekki skemmtilegt, þetta var ekki skemmtilegasti leikur umferðar. Nei, það var ekki IR með yfir 100 eiginlega í 45-50 mínútur. IR er yfir 17-13 í hálfleik. Já. IR var miklu betri aðan í leiknum í 45 mínútur. Þeir spiluðu á ungu leikmönnum sem þeir eiga og fengu þarna sénsinn frá start, bæði Arnar Freyr og Sveinn Andri. Spiluðu sóknarleikurinn var, þetta var kannski ekkert skemmtilegasti sóknarleikurinn sem maður hefði séð, en hann var árangursríkur og þeir voru mjög skynsamir. Og það var bara árangur. Og 17-13 sko í hálfleik er eiginlega sístil og lítið. Þeir hefði getað verið sko 20-13. Þetta var mikið betri leikur hjá IR heldur en í umferðinni þar á undan, sem var á móti Haukum. Nú voru FH-ingar þá, tapa síðasta leik, vinna þetta ekki samfærandi, er í vandræðum. Þurfa að hafa áhyggjur af þessari úrslitakeppni sem að FH er tiltölulega nýbúið að koma sér inn í, eða? Nei, FH gerði vel, sko. Þeir voru komin hérna yfir á einhverjum tímapunkti, er staðan 24-22. Og Ver Ágúst Eli færi horninu, þeir bara beint upp á víti. Og koma svona faktormörk sem að þeir hefði ekki klárað þegar þeir voru í þessu vandræða fyrir jól. Þannig að þeir vinna vel úr því og er rauninni svolítið svona stútaleiknum þar. Við erum að hlusta þess á þjálfarann. Já, Halldór, góð 2 stig en kannski spilamennskan ekki til þess að rópa húrra fyrir á stórum köflum? Nei, fyrstu 40 eru mjög lélegar og bara vorum eftir á öllu síðan, þeir eru flottir. Mér finnst þeir bara við spiluðum langar sóknir og pirruðu okkur og við höfðum bara ekki þolinmæðina sem þurfti. Við vorum búin undirbókað, við þurftum greiðlega þolinmæði á móti hérna og þeir refsuðu okkur bara vel og þeir eru hróskilið hvernig þeir settu leikinn upp og bara ungu stráknar af þeim. Hróskilið líka bara hvernig þeir spiluðu þolinmæðina. Það er ekkert auðvelt þegar maður er 17-18 að spila með þessu þolinmæði. En við komum tilbaka á og við vorum flottir. Gústi fyrir að vera í markinu og svona 10-20 mínúturna og náði. Þjóð alveg komin að skipta vörn og ætlaði að reyna að fá kannski meira bita aðeins í en við gaf mér 2 varnir og við lokuðum þeim og Gústi varði þarna 2 skot og ákváðum við að halda og sjá hvort það myndi ekki leiða okkur eitthvað. En þetta var rosa erfið fæðing og allt og erfið og við hefðum raun og veru bara með þokkalegum leik í 60 mínútur hefðum við unnið þetta tiltölulega stórt sko en þetta var lélegt í 40 mínútur og þokkalegt í 20. En svona með það var ýmislegt í húfi fyrir ykkur mögulega heimaleikaréttur og hlýtur að vera ósáttur við hvernig menn mæta til leiks í leik sem skiptir þó nokkru máli. Já, ég er gríðarlega ósáttur þetta en við klárum leikinn og það er það sem við kannski ánægðast með burt sér frá því hver spilamennska vera. Ég ætla bara að skoða það svona í róleitunum. Strákar, hann er einhvern veginn svona, hann er harðorðar einhvern veginn út í sína leikmenn, út í
leikliðsins núna, síðustu 2 leikjum, þegar liðið búið að snúa við blaðinu. Man heyrði ekki einhvern veginn Halldór Jóhann tala svona liðið og sína leikmenn þegar allt gekk á afturfótunum fyrir vetur. Þetta var svona meiri, þar var svona bara menn þurftu aðeins að vakna en hann er hundaónægð við liðið. Og það karakter sem það var að sýna bara í þessu leik, sko. Já. En það voru að leika lengstum alls ekkert vel. Þannig að hann má alveg vera ósáttur við sitt lið. Og hvernig orðaði hann þetta? Með þokkalegum leik? Já, með þokkalegum leik að runni þetta nokkuð stórt og það kannski með við sko, ef við gefum okkur mannskapinn sem ég stilt upp, þá kannski passa það, sko. En hérna, þeir stóðst bara vel í sko. Það voru bara drullu segir, sko. Já, með mjög flotta stráka. Við höfum að örfljót inn í Einar Hólmgeirsson. Einar, getum við ekki verið sammála að þið séu bara mörgu leyti óheppnir að fara stigalausir hérna út úr húsinu? Jú, við varum góður það er betri en þeir í 50 mínútur. En eins og ofta aður í vetur, þá dugar það reyndar ekki í handboltaleik, hann er 60 mínútur. Vanti það smá upp að gæða inn í dag, en F-vangarnir eru flottir og komið heldur betur með áhlaupan í seinni hálfleik og að duði. Þeir eru að spila á mörgum ungum strákum, getur vantarlega verið stoltir af þeim? Já, það er bara flottir síðustu leikjum og við mist mikið í vetur, bæði meiðsli og síðan döðum ástæðum og þeir hafa komið sterkir inn í þetta. Þetta fyrir klálega reynslubankan á þeim, gamla góða og bara getum byggt á þessu á næstu árum, það var alveg ljóst. Og svona með hvernig þið farið og klárið seinasta leikinn í deildina, getið þið farið svona með höfuðið svona nokkuð hátt? Já, hvað deildina? Jú, það bara vantaði alltaf upp á gæðin í veturinni, það vantaði aðeins upp á. Svona heildin yfir var þetta bara ekki nógu gott, vantaði eitthvað, ómikið nógu góður, en samt sem áður, menn heldur haus alla vetur, þrátt fyrir liðt gengi, mjög stoltur af þeim. Ég hef verið liðum sem gengur illa og allt var bál og brand, en það var alltaf góða mórall og menn trúðu virkilega að geta unnið næstu leiki og mátti nálægt í en svona þetta bara. En þetta eins og þú segir og hefur oft verið svolítið sagan ykkar, þeir eru búin að vera góðið kannski 45 mínútur, vantar þetta tímindi korter upp á og þá væri kannski staðan hjá ykkur allt önnur. Já, eins og segi, hópurinn er ekkert sérstaklega breiður en með þessu tímabili, fleiri fengur að spila og vonast til að það skila okkur í framtíðin einhverjum punktum. Hvernig verður það annars með framhaldi á liðinu? Ætlar þú að vera áfram högir? Ég get ekki svarað einhvað, ég bara kemur ljós í næstu viku. Stráðar, var hann óheppinn eða var ég óheppinn? Nei, ég færði ekki bara þessu ótt skilið. Það er ekki hægt að flokka vendur að vera óheppni í allan vetur. Einar bendur réttilega á að það leikurinn er í 60 mínútur. Það skiptir máli sko alveg saman hvert fer að vera yfir eftir 60 mínútur. Og það er engin óheppni nema kannski leika 100 eða eitthvað. Annað sem að fréttarættarinn kemur inn á spila þetta í lok viðtalsins eða eftir miðbik viðtalsins hvort við eigum vona á Einar Hólmgeirsson sem verði áfram með liðið. Hann svaraði því til að það komi í ljós í vikun. Hverja, svona, ef við veltum okkur hans verið möguleikann, hverja tellið þið möguleikann á því að Einar Hólmgeirsson verði í þjálfarateymi eða bara ef við tölum þjálfarateymi í að tefnir fram sama þjálfarateymi á næsta ári? Það er spurning. Ég held nú að Bjarni verði áfram með liðið. Eftir hverju er Einar Hólmgeirsson að bíða? Það segist alltaf svara sér næstu viku. Ég held að hann geti bara skýrt af fjölskyldu ástæðum, hann á börn og hann er að klára skólan held ég og geti snúið til vinnu og leiða eða áhugaleysi eða kannski er bara nóg, það eru 100 ástæður í boði. Einar er skynsamur maður og fer bara örugglega yfir sín mál, hvað er best fyrir hann og hans fjölskyldu og eflaust þarf hann að ná saman við IR að vera áfram og svo framvegis. Hvað vilja menn gera þetta? Þetta snýst alltaf um það. Eru með gott þjálfarateymi? Spila hann að hluta til hana undir. Já. Já, þeir eru góðir að hluta til. Bjarni er ógeðslega skipulaður og mjög góður í allir leikreiningu og er góður á því hvað hann vill fá. Vandamálið kannski verið að kannski þegar hann var að spila sem mest að það vantaði tölvöld kannski meiri reynslu á Einar á bekk.
Það er vissulega ræst svona betur úr því allavega í ár heldur en kannski í fyrra. En það er yfirleitt sko leikmennir sem spila leikinn. Það er svo oft þægilegt að kenna alltaf þjálfarunum sko, en hérna eftir alla leikina sko þá er ekki... Gamla daga, það var alltaf þjálfarunum að kenna. Já, en þá hefði bara, þú veist, þá hefði átt að vera búið að reka það sko fyrir löngu sko, ef það væri algjörlega bara þjálfarunum. Eins með þessi tvölið, við erum á lykilmenn úr þessu liði. Ef við tökum einn lykilmaður FH í vetur. Sko miðað við hvernig þeir spiluðu eftir áramót, samanborið við fyrir áramót, þá er Gústi náttúrulega lykilmaður hvað það varðar. Leið og hann fyrir að verja gríðarlega vel, þá fara þeir að hafa í stigið. Ási, ef hann spila vel sóknarlega, þá myndi ég segja að FH er alltaf samkeppnishæft við hvaða lið sem er í deildinni. Þannig að það veltur svolítið að mínum að þeim tveimur. Fyrir að nefna fleiri nöfn, þannig að þess að Gústi á línunni skiptir náttúrulega miklu máli, hann stóð sig frábærlega. Hann hefur breytt leik FH rosalega. Þar eru konur með mann sem að getur greipið boltann á línu og komið honum í markið með fullri virðingu fyrir hinum línumönnum FH. Og hann er líka betri varnarmaður en þeir báðir. Já, og það held ég að fyrirþjálfar FH og núverandi þjálfar Aftureldingar hafi kannski hefði átt að gera meira að nota varnarlega. Hann hefur sýnt að það hefði hægt að nota varnarlega. Hann var alltaf í skiptingu endalaust í Músa. Vil ég ekki nefna einan nafn? Jú. Ég segi bara því hann er markahæstur. Já, það kannski setja hann nefna hann líka. Já. Ég set mitt á Ása. Ása? Sammála því þetta? Það var að rífast þetta? Já. Ég veit það ekki, sko, meðan við hvernig leikurliðsins breyttist þá ætla ég að nefna Gústa Línumann. Gústa Línumann. IR. Davíð Georg. Þeir eru sammála það? Já. Davíð er mjög vannmetinn leikmaður. Og solid varnarmaður. Hann er með 6 mörk í þessu leik. Já, hann gerir yfirleitt fá mistök. Þekkir sín takmörk og kann leikinn klókur. Hann er bara flott spilari. Klekka sínum skotum, þannig að ef að IR ætlar að fara beint upp, þá er þetta fyrsti maður sem að félagið þarf að semja við. Við förum í Fram Akureyri. Já. Það var svona leikur sem maður beið svolítið eftir. Það er svolítið spennandi leikur þó að væri nánast ekkert undir. Það var náttúrulega bara tapliðið myndi mæta Haugum. Það vill enginn mæta Haugum. En sigurliðið myndi mæta Val og sem er kannski skárri kostur. Já, og það er alltaf sérstakir leikir kannski Fram og Valur. Já. Svona gamlir erkifjendur, þannig að staða kannski liðana skipti ekkert alltaf öllu. Þó ég held nú að Valur takið á í úrslitakeppni, sko, en með allri virðingu fyrir Akureyri, sko, þá held ég að það ekki skipt neinum máli hvort þeir mæta Haugum með Akureyri. Nei, Haugum með Val. En nú er náttúrulega 1, 2 og 3, það kom bara sigur hjá Fram. Já, svo fyrsti síðan hvað er 10. desember? Já, 10. desember. Já. Ég var eiginlega allan daginn með það klárt að Akureyri var eiginlega að fara steinlíkja í þessum leik. Þeir hafa verið bara slakir síðan þeir dreifðu sig endanlega rauninni. Já, og þeir fóru að tala um það að ná 3., 4. sæti fyrir leikina mútið FH, þannig fyrir sunnan. Og þá svona óttaðist ég það að þeir var að fara svolítið fram úr sér. Fyrst þeir væri svona komnir af hættusvæðinu nokkurn veginn að í staðinn fyrir einblína bara á hvern leik fyrir sig og eftir það fenguðu nú bara eitthvað 1 stig eða eitthvað. Já, það er að sem var á móti Víkingi, þeim var rétt. Óðinn Þór með 8 hjá Fram. Þetta er svona kannski strákur sem við höfum ekki séð mikið á honum. Hann byrjaði vel. Látum í vetur. Svo hefur eiginlega bara enginn heyrt í honum. Af hverju er það? Já, það er ekki bara eiginlega vel liðið í heild. Það hefur vel enginn heyrt í þeim bara síðan í desember. Já, og það er, ég held að sé enginn að fara að heyra um mikið meira í þeim.
Arnar Freyr náttúrulega línumaður dettur út úr hjá mig fyrir svolítið síðan. Já. Garðar er náttúrulega bara fyrsti maður þar inn, eðlilega. Hann hefur bara staðist væntingar með það. Sóknarlega er Garðar mjög góður en hann fyllir ekki skala Arnars Freyrs varnarlega. Nei, og vantar líka hálfa metur upp á það, ekki? Bara á hæðina. Já. Það er minnst að kosti. Ég held að hérna fínn sigur hjá Fram og allt í lagi með það, en bæði þessi lið, þau fljúga út úr úrslitakeppninni 2-0, sko. Já, það er svoleiðis. Já, eins og Fram kom hérna, Akureyri á ekki breyk í Hauka. Það var kannski gaman að sjá stöðun á því heimi, en hérna... Og 50 og lengi. Já, sama eins og með Framarana. Ég sé það aldrei gerast að þeir séu eitthvað að fara að klára valsmenn, sko. Nei, og ég segi þetta með fullri virðingu fyrir báðum liðum. Ég veist bara Haukar og Valur, það er góð, það er rútinir og sterk. En svona úrslitakeppni þar sem þarf bara að vinna 2 er enga síður hættuleg. Að ef þú átt kannski dán hálfleik eða eitthvað svoleiðis og tapar fyrsta leik heima, þá er allt í einu komið moment með litla liðinu á sínum heimavelli. En ef þetta er að vinna 3 þá er eiginlega klárt að betra liði vinnur. En ég myndi ekki tippa á Fram eða Akureyri. Áður við veljið bestu menn þessara liða, þá ætlum við að heyra aðeins í Sverri. Hvað fannst þér eiginlega vant upp á ykkur? Ansi mikið bara karakter og að menn væri tilbúin að taka svolítið skarið. Það vantaði bara mjög mikið fyrir miður og staðan í hálfleik allt í lagi þannig séð og við vorum seinna af stað og svo fannst mér vera að koma í okkar gír en seinna hálfleikurinn það var eiginlega sama hvað, það var ekkert að ganga. Þið byrjuðu svolítið illa og verið að elta allan leikina, erfitt að elta svona? Já, við erum búin að lenda í þessu svolítið núna í 3. umferðinni og við vorum svona vonað að við hefðum núna náða þess að núllstilla á en þetta var bara seinna hálfleik karakterslaust, frekar lélegt bara. Þetta var bara lélegt, karakterslaust og hann er bara fúll með þetta allt saman. Já, og karakterslaust hljómar mjög svona anti-akureyrískt. Já. Það verður að segjast eins og og með það sem maður sá úr þessum leik þá var það bara alveg hárrétt hjá honum. Hver er búinn að vera bestur í Akureyri, veitur? Diddi? Já, það er klart. Það er allan daginn. Ég gæti verið stimplaður fyrir að vera hlutdrægar hérna, en nei, hann er búinn að vera þeirra besti. Það vorum við að tala um varnarlega náttúrulega. Já, fyrst og fremst. En hann hefur svo sem, hann er að skora þegar hann er í sókninni. En það er náttúrulega annan nafn sem kemur að sjálfsögðu upp í hugan og það er Beggi. Ef að Beggi er í lagi í öxlinni þennan daginn og á góðan leik, þá eru þeir hættulegir. Hann er frábær leikmaður. En hann á bara við meiðsli að stríða, þannig að það er voru erfitt að reikna með því hans stað. Þú spilaði með framleiðinu hans í fyrra. Já. Hver er þeirra besti leikmaður í fyrra? Spilaði þú með honum í fyrra? Já, Ólafur Ægir Ólafsson er mikilvægast leikmaður. Ég hef bara treyst að geta. Já, setur bara punktinn á það. Ég ætlaði að nefna Arnar Freyr línumann, sko. Nei, ég er náttúrulega búinn að vera frábær líka. Afturræting IBVF. Þetta var slagurinn, sigurvegari þarna fengið 3. sæti. Já. Skiptir svo sem ekki máli hvort þú ert í 3. sæti eða 4. Það skiptir máli. Upp á það að gera að losna við Hauka ef þú ferð áfram. Já, reyndar. Að tvennu illu, þá myndi ég velja að fá Val. Heldur en Hauka í undanúrslit. Við höfum fengið talsvert af jafnteflum í síðustu umferðum en þetta er eini jafnteflisleikur. 28-28. 13-13 í hálfleik. Þessi leikur, hann var bara einhvern veginn svona. Það var bara stál í stál og... Áttu við von á því eitthvað frekar að IBVF kemi eitthvað gríðarlega sterkt hérna upp á land og með svona þetta er pressa sem hefur búið að vera þeim að þeir eigi eftir að springa út og þeir eru með besta lið á Íslandi og... Ég hefði tippað að IBVF myndi vinna hann leik og náðu 3. sæti. Já, ég gerði þetta líka. Hvað hefðu þið fyrir ykkur í því?
svona einhver bara tilfinning að þeir myndu vilja svona ná þessu 3. sæti og kannski vera að pína þá sáttari við sjálfan sig og þá fá val frekar í næstu umferð að fara þeir áfram. IBVF verður stór hættulegt held ég samt í þessari úrslitakeppni ef þeir smella. Þetta ekkert eins og allir, og þeir virðast vera að bíða eftir því líka. Ég held líka að önnur lið hafi ekki viljað mæta IBVF, sko. Sama hvort það þá Grótta sem mætir núna eða þá að hefði þá verið FH. Það er ferðalag og eins og segja þeir geta smollið. Já. Þetta vantaði Böðvar, Kristín Bjarka og fleiri í afturhaldingaliðið. Smávægileg meiðsli, við eigum von á því að fá þá inn í úrslitakeppnina nema eitthvað ægilegt bakslag komi, hefur mér sagt. Ekkert stóri póstar þannig. Þeir tveir, svo sem þeir, eiga ekki að plumma sig alveg án þeirra, maður ekki verið í manns stað. Þeir gera það alveg og með fullri virðingu fyrir Kristín Bjarka og gera þeir það allan daginn því að hann er Danmörku fyrir áramót og hefur ekki spilað mikið. Böðvar skiptir á þetta máli varnarlega? Já, Böðvar er að bíða eftir hluti meira frá honum. Það sem að kannski kom mér svolítið á óvart þegar þessi leikur byrjaði, ég var á þessu leik, að það var svona hvorugur svona aðal markmannanna var í marki í fyrsta hálfleiki. Þarna varum við að sjá á bekknum Stefán og Davíð Svansson hinum megin. Tveir frábæri markmenni sem eru búin að vera frábæri í vetur. En einhvern veginn, já, þessi Pálmar Stefán er nú ekki búin að vera neitt frábæri í vetur. Já, nei, reyndar ekki. Hann er kannski búin að vera undirbærið. Er það kannski búin að vera orsökinni við því? Hann virðist einhvern veginn ekki finna sér nógu vel með þessari 5-1 mörk. Enda hafa þeir verið að spila svolítið 6-0 eða reyna það. Þeir eiga reyndar að geta spilað mjög góða 6-0 mörk. Það var fína mannskap í það. En ég set samt spurningamerki með þetta góðan markmann og reynslumikinn að hann ætti að geta aðvarst þessari vörn að mínum mati, sko. Já. Hefur spilað hann áður, klárlega, eða fyrir aftan hana? Já, eflaust, sko. Já. Hver er búinn að vera bestur í afturhaldingu í vetur? Eða bara lykil maður? Þetta er við það orð bara. Já. Það er eiginlega... Það er voru erfitt að pikka einn þarna út, sko. Árni Bragi hefur verið að vekja athygli, mjög flottur. Enda bjó hann í Eyja fyrir þeim tíma. Þannig að hann hefur sótt allt sitt þangað, sko. Og varnarlega séð hafa þeir nú verið sterkir, svona meira minna í vetur, sko. Sóknarlega, hann hefur verið vaxandi, lettinn. Já. Hann hefur fundið staðan, mér finnst þessa leiki sem ég sá gegn Haukum, 2 leiki, ef ég maður rétt. Það fannst mér hann bara slagur. Já, þegar hann var að koma. Já, það var fyrstu leikur. Fyrstu byggaleikur og deildarleikur, sem hann, var bara... Þannig að það kannski er eitthvað bara eðlilegt að komast inn í þetta og þeir stressaður og talið sér þurfa að sýna sér mikið og allt þetta. Þannig að hann hefur vaxið, Jóhann Gunnar náttúrulega gríðarlega mikilvægur í þessu liði. Ef hann er heill þá... Já, Jói er kannski mikilvægasti. Já, er það ekki? Jói, Gunnar og þá Árni Bragi. Pinnoni gerði svo sem ekki, hann var ekki með markaðastu mönnum í þessu leik hjá... Það er ekki eftir markaðastu mönnum sem skipta máli. En hann gerir sko lokamark. Bara mjög flott mark. Já. Sko, maður sér það, þeir láta Dag taka hann úr umferð. Þrátt fyrir að, sko, að þeir byrja að taka hann úr umferð, þá var hann búinn að skora 1 mark í leiknum. Og það er bara settur maður á Pinnonin allan tíman. Leið og hann kemur í hlaupinu í árásina að þá er hann Dagur komin út á mótornum og truflar hann. Þetta einhvern veginn, þetta raskar leik afturhaldingar þegar þessi maður sem sýnir það að hann er miklu meira, eins og segir, heldur en að skora bara mörk. Hann var að valda IBVF vandræðum með hraða og sprengju og var að losa boltann vel. Þannig eins og Kildi segir, það snýst ekki alltaf mörkin, en hann var að spila vel, engu síður. Lykilmaður IBVF? Ketti. Já, ég ætla að segja Stefán, ef hann... Er hann búinn að vera það í vetur? Nei,
þessna held ég gengi liðsins sé ekki betra en Ef hann verið eins og hann búinn að gera síðastliðin ár hérna á Íslandi, þá held ég að IBVF sé vel samkeppnishæft við Hauk og Val. Ég held að það skipt miklu máli að þegar Teddi meiðist með landslið. Já. Meiddist hann ekki... Meiddist eftir eitthvað uppbytun, það var eitthvað skrítið og svo var hann komið tilbaka og meiddist svo aftur. Ok. Og ef mér minnir ekki alveg snarvitlaust að þá var hann langmarkastur í deildinni. Þetta fengum við... Þegar það gerist það ekki? Já, líklega... Eða þú veist svona ish, held ég. Líklega rétt. Hrafn Ingvars á öllum mönnum, rautt spjald og afturhendingu í þessu leik. Kemur mér prívat og persónulega ekkert sérstaklega með því. Kallar ég á mér kannski. Ég var á þessu leik. Stúkan brjálaðist á þessu mómenti þegar það var rautt spjald. Það var allt vitlaust. Ég held að það sé, ég hef ekki séð, reyndar, ég var að leita eftir því, ég hef ekki séð upptökur á þessu atviki. Hafið þið séð þetta? Já, ég sá þetta. Já. Er þetta ekki bara hendi í andlitið það? Mér fannst það réttur dómur með það myndband sem ég sá. Já. Og bara í samræmi við þær vinnureglur og áherslur dómara. Heyrum örstutt í Einar Andra. Einar, sáttur við 1 stig úr þessu leik? Já, svona bæði á. Við vorum að spila mjög vel í 45 mínútur og fórum í svona smá tilraunastarfsemi og tók aðeins taktin úr okkur og þeir voru aggressífir í lokin í varnarleiknum og okkur gekk illa að leysa það. Þannig að kannski í heildina getum við bara verið þakklátir fyrir 1 stig en ég er ánægður með spilamennskunni löngkomið. Við vorum svona lengst af einhvern veginn með frumkvæðið. Lendið í þegar þeir jafna eða minnka munin þá náðu þið alltaf að stíga í botn aftur? Já, við vorum eins og við segjum, við tókum að þessum fórum í smá tilraunir og það tók taktin úr okkur en við náðum okkur aftur í gang en ætli þetta ekki bara verið svona sanngjarnt í heildina, svona upp í staðið. Hvaða tilraunastarfsemi var það sem þú búist í? Við fórum aðeins að spila þetta með aukamann í sókninni og svona prófa okkur áfram og tók aðeins taktin úr okkur en það stundum að nota leikina líka til að prófa hluti. Hann nefnir þessa tilraunastarfsemi sem hann hafi farið í þessum leik. Prófa að vera með aukamann í sókninni. Mér minnir ég reyndar ég hafi bara séð Aftureldingu oft spila með aukamann í sókninni. Yfirleitt einum færri. Já. Það var gert það. En þetta svona hans mati var kannski hlutur sem var ekki að virka. Já, virtist ekki vera mega ánægður með þetta. Ég held að liðið eins og til dæmis IR hafi náð betri árangri úr að spila með gerðurmanninn eins og Halli kallar þetta alltaf. Það gerðurmanninn, mér finnst það töfna. En hann svona virðist ekkert óbærslega ánægður með niðurstöðuna. Nei, það samt gott hjá honum að reyna þetta. Ef að hitt gengur ekki, að hann svo sem enga tap að prófa þetta. Menn hafa kjarkinn allavega. Já, ekki spurning. Síðasta leikurinn, Grótta Víkingur. Þjálfari Víkings grínast með það eftir síðasta leik að hann var kominn á sigur rönn og þetta og að kátína. Myndist hann ekki alveg örugglega á það að Jói hefði meiðst og Karolis hefði komið seint til liðsins. Jú, þá hefði myndinni verið öðruvísi. Leiðilegasta tugga sem höfðu verið í ár. Já, hún kemur alltaf nógu oft fram. Hún kemur fram í einhverju einasta viðtali til þess að reyna að dreifa athyglinni eitthvað annað. Og af hverju þá? Af gengi liðsins. Já, sem er þá... Léleg. Já, hverjum að kenna? Það er öllum að kenna. Ekki þá, þetta er ekki lykilatriði að liði fjall að þínu mati þá, að Jóhann reynir dettur út í hvað, 6 vikur og... Gátu þeir ekki, ég vil bara meina það að þeir hefði átt að sjá þetta miklu verið, sko. Já. Það var ljóst að Víkingur þurfti að styrkja sig betur. Fannst þeir taka fullmikið séns kannski á því að vera með, eða styrkja sig ekki nóg fyrir þetta? Það er bara spurning hvað annað var í boði þegar svo sem missa bæði Sigur Eggerts og Arnar Theodors sem voru mjög stóri póstar hjá þeim í fyrra, báðir leikreyndir og mjög klókir leikmenn og Addi þetta er mjög vanmetinn að mínum að því sko svo má deilum það hvort að hann sé nú góður í úrvalsdeildið ekki en sko
ég held að hann hefði ekki verið verri en þeir sem þeir finn. Nei. Með allir virðingu fyrir þeim. Ég er með það mikla virðingu fyrir þetta að ég held að það sé. Svona fyrst að fara að tala þetta, ég bara velti fyrir mér sko, hvað er tengslanettið? Er ekki tengslanettið betra en þetta að þeir finna ekki mann fyrir einhvern veginn sent á síðan? Ekki kannski spurning að hvað stendur hérna á bankabókinni? Jú, alveg örugglega líka, en samt sem áður, það er alltaf þetta, þú lítur að vera með einhverja kontakta sem að geta verið með einhverja leikmenn sem eru kannski, hvað að segja, ódýrir eða bara vonandi dýr og með góð laun. Nú kannski styttist í því að þú sjálfur lendir í þessari stöðu og sömu stöðu og Gústi fara upp með liðið í Ólafsdeild karla ef að Fjölnir upp. Verður þú byrjar að kaupa mannskap bara í júní? Byrjum? Ég hef nú lítið spáð í það. Við þurfum bara að fara í verkefni sem við þurfum að klára sko, og það klárast þá ef allt gengur á óskum í byrjun maí og þá að sjálfsögður bara farið á fullt. Að finna leikmenn? Já, sjálfsögður. Daginn eftir. Hvað þarf það að styrkja mikið til þess að fara úr fyrstu deildinni? Ég skal segja það okkur texta fyrir. Ok. Herðu. Förum í hennar leik annars. Já, förum aftur í hennar leik. Bara lykilmaður Gróttu í vetur. Spútnik liðsins sem er búið að koma öllum óvart. Já, þeir styrktu sig 4 sterkar leikmenn. Já. Þeir fóru, fengu Finn, fengu Guðna, Lalla og það er alveg það skiptir ekki öllu en þeir hafa verið svona, já, sem segir Spútnik liðið. Mér finnst það hafa bara verið mjög flottir, góðir varnarlega og voru að tapa með þessa naumt. Leikum fyrir Ármót og til Val, mikilvægastur hjá þeim, líklegast Finnur, Finnur Stefáns. Finnur og, svo ég verði ósammála þá segi ég Lalli. Markmaður. En þeir styrktu sig rétt og þeir styrktu koma sér á réttum stöðum. Ég veit að það er eitt lið úti í bæ sem er með innkaupalistan hjá Gunnar Andersinni á sínum snærum. Það kannski óþarf að það væri gaman ef að sá sem er með hennar lista senda hann til þín. Já. Hann er að mér skilst mjög áhugaverður og Innkaupalisti fyrir tímabilið. Já, fyrir tímabilið. Það óskuðu bara eftir þeim lista í innkaup. Ég veit að þeir voru mjög ánægðir að komast í hann listan, þess að fenga. Já, ok. Þannig að, nei, ég myndi tippa eins og ég fara náttúrulega í það. Þá myndi ég segja að Lalli væri þeirra lykilmaður. Ég spurði einn af þessu í fyrradag, leikmann í deildinni, og hann sagði mér að mikilvægasti eða sem lykilmaður Gróttuliðsins væri bara hreinlega að héti bara Gunnar Andersson. Hvernig hann er bara búinn að mótivera liðið, fá nýja leikmenn, þarf að hluta til að púsla nýju liði og bara hvernig hann hefur unnið úr. Ég hef nú lýst aðdáun minni á Gunnar Anderssoni. En það má ekki velja hann sem lykilmann úr liðið. Það kannski við mögum ekki gleyma einum, það er Guðni. Hann hefur tekið svona að sér að vera kannski drullusokkurinn í Gróttu. Ég held að IBVF mitt vanti í Guðnarsdóttir í vetur. Það er Gaup sem nafnið sem ég glemdi á hann. Já. Hann er fjórða styrkingin sem þeir fengu. En ég segi, Guðni er einn af þessum gæjum sem er fínasti gaur, en hann er algjör drullusokkurinn á velli og það er geggjað að hafa hann með sér í liði. En ömurlegt að vera mót honum. En ömurlegt að vera mót honum. Ég hef þjálfað Guðna, hann er bara magnaður. Hann gerir bara það sem til þarf og hann sóma sér vel í Detroit Pistons á 8. áratugum. Lykilmaður Víkings. Það er ekki að segja Strókus. Já. Ég held það. Ég meina, jú, við getum sagt hann sem maður sem kom alltaf sent. Ægir, mikilvæg. Ægir staðið sér vel. Varnarlega þá, nefnilega. Já. Það var að báða megin eftir að Hjalli hvarf. Gufaði upp. Hann er leiðtogi og svona drífandi karakter. Finnur Ingi 8 mörk úr þessu leik, Viggo 5, ekki sem kemur óvart þarna endilega heldur.
Jóhann Reynir 6, Atli Karl 5. Atli Karl var að skora. Já, ekki setja á hérna. Tælum ekki mikið lengur við það. Eftir stuttlíða ætlum við að fá úrvalslið vetrarins. Spennandi. Þið erum með það. BK Kjúklingur. Því að hollt er gott. BK Kjúklingur. Grensásvegi. 51.is. Heimavöllur handboltans. Strákar, ég fekk ykkur til þess að setja saman í lið ársins. Fyrir úrslitakeppni. Já. Engi. Jú. Lið ársins er alltaf valið fyrir úrslitakeppni. Eru þið sammála þetta lið eða hvernig settu þið það saman? Ef við byrjum bara á lið ársins, besti markvörður deildarinnar. Goggi. Já, ég skal alveg kveita þér. Búin að vera bara í heilsteypt bara... Já, það er búin að vera bara heilsteypt bestur í veröldið. Ég held að það sé fer en skver og séu allir sammála því. Við færum okkur yfir í vinstri hornamann. Þessi ungi Sturla? Já, ég skulum vera saman þar. Sturla Ásgeirsson er besti hornamaður deildarinnar. Vinstri skíta. Svona spurning hvort Adam Bamrúk gerir tilkall. Já, hann gerir það sannlega. En Guðmundur Hólmar fengi mitt atkvæði. Og ég sjá hann meira fyrir mig sem miðjumann eða leikstjórnanda. Já, en spilar hann mikið skítu hjá Val. Það má kannski... feikilega vel. Já, má kannski... Ég er svo sem alveg til í að vera sammála því. Hann hefur staðið sig mjög vel í vetur og var hérna valinn í landsliðið þarna óvænt fyrir, Noregsferðina fyrir EM. Já, og hefur haldið sinni. Spilar á EM, heldur sæti sínu, þú veist, jú, allan daginn. Og við erum samt til að hugsa þetta kannski líka að velja út frá vörn og svo. Já. Já. Ekki það að hann fyrir slaggu varnarmaður, en hérna, já, ok, ég skal vera sammála því. Gummi Hólm. Erum við í vandræðum með að fá miðjumann, leikstjórnanda, vetrarins? Nei. Hver er það? Mér finnst betur koma til hérna, að Janus. Janus Daði, Haukur. Jæja, það er alveg. Það er allir sammála því. Fyrir minn á línuna. Já. Ef þú velja eftir áramót. Bara í vetur? Bara já, ég er bara... Úr þessum 27 leikjum? Þá hérna... Þá er Jón Þorbjörn línumaður ársins. Já. Eru þið sammála? Já, ég er sammála því. Ég er sammála einhvern veginn. Er þetta kannski bara svona pleiru auðvelt? Já, Ágúst Birgisson frábær eftir áramót, en við þurfum að horfa svolítið í heildina og mér finnst Jón Þorbjörn hafi verið bestur í heildina. Orri og Val hefur verið góður líka, það sem ég hef séð. En ég held að Jón Þorbjörn fá þetta atkvæði. Hægri skíta. Einar Rafn Eiðsson. Það er ég ósammála. Það er það ósammála? Það kom að því. Ég myndi velja Ómar Inga. Ég veit hann hefur verið talsveit frá. En mér finnst valsliðið rosalega gott þegar hann er inn á. Mér finnst þetta Geir og bara kannski flottur líka, en Geir allt önnur tegund af leikmanni. Ómar er með leikskilning og gerir aðra betri í kringum sig. Ég vil Einar hann hérna, ég veit nú ennþá meina hans í hotnamaður sko, ég veit hann sjálfur meina hann sé alveg dundrandi skipta. Einhvern tíma sagði hann nú að hann ætlaði að sanna það fyrir þjálfara sínum að hann gæti leikið þessa stöðu. Já. Nei, hérna, Einar hann er búinn að koma mér persónulega óvart í vetur. Hérna, skorað mjög mikið. Hann hefur skorað yfir 200 mörk. Hann hefur tekið yfir 400 skot. Því að ég veit hann er með 50% nýtingu eða? Já, ég veit hann er með 50% nýtingu og ástæðan fyrir að ég vel hann þarna er að hann hefur spilað alla leikina. Já. Ef Ómar Ingi hefði spilað alla leikina, þá, veist, var ég kannski meira á hans. Það munar helming á leikjumnarstíði, já, þetta eru hvað, Ómar Ingi á 16 leiki og 27. Hægra horn. Það er einn minn uppáhaldsleikmaður deildarinnar að mínum að því, Elías Már. Já, það er engin mótmælið þar. Það er engin mótmælið þar. Nei, Elli hefur verið að spila
Þetta var fínt kombo þarna, í mínum huga, Einar og Elli. Elli gæti alveg skyttu. Já, hann er spilað skyttuna mikið þannig. En þú veist, hann er kannski upplagið hóllamaður og við myndum láta þetta lið spila 6-0 ekki, með Jón Þorbjörn og Guðmund Hólmar í fristum, Janus og þá annarkvort Einar eða Ómar í bakgrunum. Já. Já. Hver á að, ef þið ættu að finna einhvern annan en sjálfur einhvern til þess að stjórna þessu liði? Hvernig myndir þið ráða sem þjálfara þarna? Viggo Sigur. Úr deildinni eða bara svona? Já, bara úr deildinni. Myndum við að halda okkur við það? Gunnar Andersson. Já, það fín tillaga. Ég myndi fyrirfram, þegar ég skaut þessa spurningu óvænt inn á, held ég myndi bara koma með Gunnar Andersson. Já. Drullu kótsmann. Nei. Herðu, það hefur ótt verið valið líka varnarmaður ársins. Ef við tökum, hver er búinn að vera bara besti varnarmaður í vetur? Er hann inn í þessu liði kannski eða? Mér finnst bæði Guðmundur Hólmar og Jón Þorbjörn gera tilkall til þess að vera bestu varnarmenn deildarinnar. Ég held að það sé ekki spurning. Matthías Árni, sem dæmi. Eða fóra... Já, ég býð bara til að þú komum upp. Diddi í Akureyri. Ég er bara að segja Diddi, sko. Já. Ég meina, hefur ekki bara verið talað líka það að vörn Akureyri er búin að vera bara góð í vetur? Jú, eins og einn góðu vinur minn orðaði daginn sem fór á leik hjá Akureyri og allir, hvaða leik var það sem skoraði 15 mörk, var ekki til val eða man ekki, hvað var hann sagði að Akureyri hefði verið frábæra þá til að fóruði miður. Já. Þannig að þeir hafa spilað mjög sterka vörn en sóknarleikurinn hefur ekki verið basic. En í þessu liði ertu að tala bara sem varnarmann eða bara sem bara svo eitt varnarmann. Inn í liðið eða? Já, eða bara við getum sett þetta lið aðeins til liðar og bara hver er búinn að spila bestu vörnina? Já, ok, þú ert ekki að tala um skiptingu. Vörn-sóknskiptingu. Nei, ertu ekki í móti henni líka? Jó, ég er reynda með mjög sterkar skoðun af því að það er ekki að skipta vörn og sókn. Það er vissulega skilja það ef það er gert í meistaraflokki en með við hérna á Íslandi þá er verið að gera það niður í fjórðaflokk sem að mér finnst skammar og þannig hérna. Ég er ekki að gera það þar en byrja þá á því aftur í meistaraflokki eða öðrum flokki og meistaraflokki? Ég tek undir þetta líka að þú spyr svona að mínum mati er þetta bara einfallega að þú ert að búa til leikmenn í yngri flokk. Þú ert ekki að búa til sóknarmann eða varnarmann, þú ert að búa til leikmann. Og við sjáum nú bara hvernig gengur ef íslenska landsliðin skipta alltaf tveimur. Það bara gengur ekki. Ég var nú hérna, þetta er nú smá umræðum þetta á Twitter daginn og var sagt að ég væri byrjað að tala með raskatinu en hérna... Þú ert alltaf einhverjum heil. Já, þú veist, ég þori bara að segja sem ég finnst. Mér finnst bara þetta að það skuli vera stefna að skipta í vörn og sókn og mér er drullu sama ef þú spilar í einu eða tveimur liðum eða báðum eða hvað það er en að skipta vörn og sókn allt niður í fjórðaflokk finnst mér vandræðalegt og það er ekki að hlusta á mig vonandi að það verði bannað eitthvað. Já, ok. Það væri bara einfalt að setja reglu að þú skiptir ekki inn nema þitt lið sé með boltann. Myndi það þetta þínu skoðunum? Þetta er í átt af því sem ég lagði fram hérna við HSI sem ég sagði nú einhvern tíðan í þessum hætti að það hefur verið þeirri tillögur örugglega verið hent í ruslið. Þannig að það yrði bannað að skipta í vörn og sókn nema í meistaraflokki. Ég myndi telja það þá fengjum við betra alveg leikmenn. Ég tek undir það. Svo er alltaf vilja sem ég meina að ég sé vel gegn Bíblu Hóti og veit ekki eitt, þannig að kannski er ég. Ég tek líka undir það. Þið völdu hvað, var það ekki rétt með nöfnum? Þið völdu þá hvað, Jón Þorbjörn sem besta línumann deildarinnar. Já. Og hann er
þá, hann er náttúrulega vel tiltækur sem, hann er mjög góður varnarmaður líka. Mjög góður varnarmaður. Þannig að þið myndu væntanlega nota það í þessu liði líka. Jú, eða segja að Gunnar Andrésson að nota það líka. Við myndum benda honum á það. Já. Tekna þetta upp fyrir hann. Látum þetta vera lokaorðin. Hittumst næst í sérstökum upphitunaþætti fyrir áður en úrslitakeppnin hefst. Takk fyrir okkur. Takk fyrir.